holti, boltinn rúlar enn. Hey! Bjartsýnir og beitir, bestir eru leiknismenn. Hey, 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 hey. Macho, macho, macho man, yeah. I've got to be a macho. I've got to be a macho, macho man, yeah. I've got to be a macho. Óttar, þú ert nýkominn frá Svíþjóð, hvað varst að gera þar? Bara í fríi, 5 daga, versla og svona, það er gaman. Hvað verslar þér? Nokkuð föt bara, nokkuð föt. Þú ert hérna að lyfta, verið að bæta á þessu vöðvamassa fyrir næsta tímabil? Já, maður var að gera það. Það var eins og tannstöngul í sumar, þannig að maður þarf að kjöta sig upp. Hvert er markmiðið? 150 backs, 100 í fyrra og 150 núna. Spinning, það er mjög mikilvægt fyrir góða bakverði. Það var með sterkar læru þarna aftan í og þá spinning góð aðferð til að styrkja það og ég tók Hilmar átna sem mínum að þetta er mjög góð bakverður, kennslu í vetur í spinning og það skilaði sig bara. Vonandi fann að spila bakverð með landsliðinu hvað hann fyrir út á þriðjudaginn. Eru menn farnir að bíða óþrauju fullir eftir að æfingar hefjast að nýju fyrir næsta tímabil? Já, maður að segja það. Ég hlakka svolítið ekki til í þessu píramídahlaupi með hvað þetta verður en það verður fínt að komast aftur á svo ról sko. Þetta er búið að vera aðeins langt frí fyrir mig, við mínu sækir. Í hvaða stöðu ætlar að spila næsta sumar? Menn að tala um að ætlar að festa alfarið sem attacking midfielder? Jú, ég sé mitt tækifæri þar sem AMC og ég var næstum búinn að skora í sumar og þetta er bara mín stað, ég hef alltaf sagt það, ég á ekki dyr á vörninni. Ég er skapandi leikmaður, þar á heima, raftan á senterinn. Þú ert að æfa með svona grænan bolta sem maður situr á, hvað varst að gera við þennan græna bolta þegar við komum með þenn? Þetta eru pílates-æfingar og það er styrki vist kviðvöðvan og þannig að maður bara nýtir allt sem er í Austurbergi. Annar flokkur karla vann sér sæti í B-deild Íslandsmótsins á nýliðinu sumri. Undirbúningur fyrir næsta tímabil hjá flokknum er þegar hafinn en í síðustu viku lék liðið sinn fyrsta leik á haustmótinu. Eftir að hafa lent 2-0 undir gegn Víkingum kom Leiknisliðið tilbaka og vann 3-2 sigur. Meðal leikmann annar flokks er Sigmar Egill Baldursson sem var að ganga upp úr þriðja flokki þar sem hann var fyrirliði. Mjög smjögulega, komum tilbaka úr meiðslum og allt að gerast núna bara. Þú mistir af stærstum hluta senasta tímabils, hvað var í gangi? Ég fekk sýkingu í beinu og ég var meira að minna bara spítala svona, og eitthvað að rembast við það sko. Þú varst fyrirliði hjá þriðja flokki, gerur ekki tilkall til þess að vera fyrirliði hjá öðrum flokki líka? Jú, ég ætla að taka bandið að Þorgeiri sko, það kemur ekki andað greina. Fyrsti leikurinn hjá okkur, tímabilið er bara hafið, það er haustmótið sem er byrjað og það er vantilega bara að vera að slípa eitthvað til fyrir næsta tímabil? Jú, vonandi, nema við sem að fara að vinna þetta, kom óvart í gerð sko, við tókum Víking 3-2 og erum náttúrulega að vinna næsta leik, en jú, við þurfum að slípa þetta fyrir Íslandsmótið og svona. Hver eru þín markmið fyrir sumarið? Mín markmið er náttúrulega að halda mér í byrjunarliðinu sko og já, og reyna náttúrulega að koma kannski í landsliðshóp næsta ári. Já, það er svona meginatriðið á mér sko. Hversu sterkt er þetta annarflokkslið? Hversu langt getur það náð í byrjunarliðinum á næsta ári? Ég tel það að vera mjög sterk að ná, það sem að er fullt af leikmönnum sem voru að koma upp sem eru búin að spila núna bara 2 ár með þessu liði og ég held að við höfum eftir að ganga mjög vel í byrjunarliðinu, við getum náð mjög langt sko. Hvað er að fyndnasta sem hefur gerst fyrir þig? Ég veit ekki, ertu að tala um vellinu með það? Bara yfir höfuðið í lífinu? Ég og einn af bestu vinum mínum eru Kviðmár, mér finnst það mjög fyndið. Það er frekar fyndið. En hárið á þér, Simmi, hvað getur sagt mér um það? Þetta er smá mission hérna, ég er að safna í Forlaninn fyrir næsta sumar, þá verð ég komið með Diego Forlan. Hérna er Brynjar Hlöðversson á störfumbinni, við hvað ert að vinna? Ég er að vinna á frístundaheimili Álfheima og ég er núna að fylgja krökkunum í íþróttaskólan og þetta er rosalega rólegt sko, ég er að taka mig frí núna, smá chill með vinkonum minni henni Hugrunu. Hvernig er það? Er þetta bara vinnan allan daginn? Er það bara að vera liggjandi og vera hress? Basically sko, þú veist, og líka aðeins svona leika með krökkunum og svona Garðar, farðu í ból! Já. Ertu barnvænt maður?
Já, sko, já. Mér líka mjög vel við börn. En ef að börn eru með stæla og rífa kjaft, hvað gerir þú? Ég stari á þau svona svolítið ógnvænlega, ég segi ekki neitt, svo byrja ég að hristast, svo safna ég blóðþrýstingi upp í hausinn, þangað til ég verð alrauður með þennan svip hérna. Og þá hlýða á yfirleitt öllu. Sérðu sjálfan þig í einhverjum krakka þetta í þessum hópi? Guðna. Það er rauðhaus í fyrsta bekk sem er algjörlega ofvirkur og hrikalega góður í fótbolta. Landslið Íslands undir 19 ára að hefja leik í undankeppni Evrópumótsins. Riðill íslenska liðsins leikinn í Wales en fulltrúi Leiknis í þessum íslenska hópi miðjumaðurinn Hilmar Árni Halldórsson. Við náðum tali af Hilmar Árna rétt fyrir brottför. Hilmar, Wales á þriðjudaginn, hlakkar ekki til? Jú, mjög. Þetta mjög spennandi verkefni og við erum að spila hana við lönd sem við kannski þekkjum ekkert voðalega mikið eins og Kazakstan og þetta bara skemmtilegt. Nefndu mér eitt leikmann frá Kazakstan. Ég veit það ekki. Ég mikill FM-séni en samt hef ég ekki hugmyndum. En hvaða aðrar þjóðir þarna með okkur? Það Tyrkland og svo heimamenn í Wales. Og hvað svona markmið fyrir þennan riðil? Það bara að komast upp í milli riðil. Það svona 6 stig, það svona tryggjar okkur pottið heila áfram. 5, 4 gæti dugað. Það mikilvægt að byrja vel fyrsta leik. Hvaða stöðu ert þú að spila þarna í U19 landsliðinu? Ég að spila mínu uppástöðu djúpra miði og sinni það varnar hlutverkinu. En já, það fínt og ég búinn að pluma með ágætlega hana og ég sé fram á að ég verði í liðinu. En ef við lítum aðeins á tímabili hjá Leikni sem var að ljúka, þú náðu nú að stimplaði allavega vel inn í liðið á nýliðinu tímabili? Já, það var mjög gott tímabil að mörgu leyti og alltaf svekkjandi að fara ekki upp en ég var alveg sáttur með svona heildarframmistöðu mína þó ég meina betur má að duga skal og ég leitast alltaf bara eftir á hverju æfingu að reyna að bæta mig sem leikmaður og verða betri með hvernig deginum. Og næsta tímabili, þú ætlar að skora meira? Já, það er klárlega stefnan, ég meina 1 mark á miðjumanni, það er ekki nóg og þar að ekki var þetta örugglega eitt ljótasta mark sem bara Leiknismaður hefur skorað þannig ég er stefni á það að reyna að skora fleiri mörk. Komið sæl og verið velkomin í FIFA-mót Leiknis sem að framfer hérna í Leiknisheimilinu. Þarna er gríðarlega spenna fyrir þetta mót og Þetta var viðbjöður, ógeðslegasta mark í sögu FIFA og bara, þetta var ógeð. Jú, góðar hálsar, úrslitaleikurinn í FIFA-móti Leiknis er hafinn. Það það bil 370 manns í húsinu og spennan í hámarki. Eins og ég sjáu þetta eru hérna Chelsea og Manchester City að etja kappi. Skúli leikur Manchester City og Brynjar Hlöðursson undir fána Chelsea. FIFA-meistari Leiknis 2010 Skúli! Sjáu þið strákinn, sjáu þið hann! Skúli Bragason, taka við viðtal hérna. Skúli Bragason, eins og ég sagði á hann, besti fótboltaspilari Leiknis. Hvernig líður þér eftir þennan sigur? Mér líður alveg gríðarlega vel, sérstaklega að fá smá sárabætur fyrir Kristján Ármann sem var Íslandsmeistari í FIFA. Og hýsir huga minn, jörðin kaptinn þinn. Hver er kviðmaðurinn? Það stelpa frá Selfossi sko. Ég vil benda að þetta er fjölskyldusjónvarp Leikni TV. Þú klippir þetta bara út sko. Já, ég kann ekki að klippa. Þú klippir þetta út.